Já, komið sæl og verið velkomin í þáttinn Eitt og annað. Ég ætla að fara yfir, eitt og annað sem við höfum drifið á dag okkar á þessu ári. Við höfum að byrja á Húnaþingi vestra og líta á ferðaþjónustuna sem hefur farið ört vaxandi á síðustu árum. Við á N4 vorum á Hvammstanga og tókum púlsinn á þessari atvinnugrein. Ferðaþjónusta í Vestur-Húnavatnssýslu hefur vaxið verulega á undanförnum árum. Náttúruperlur eru margar á svæðinu og Selasetur Íslands á Hvammstanga eru öflugur segull, dregur til sín marga ferðamenn. Framkvæmdastjóri Selasetursins segir að ferðaþjónustufyrirtæki í Húnaþingi vestra vinni nokkuð vel saman. Já, það búið að fjölga verulega bæði gistirýmum, kannski sérstaklega, á síðustu svona 3 árum. Þeim fjölga mjög mikið og þó að þessi öra fjölgun á gistirýmum sé ekki jafn mikil núna, það er hægst á henni, þá samt enn að fjölga gistirýmum hérna og valmöguleikar á sviði afþreyingar eru líka stöðugt að aukast. Er það ekki einmitt grunnurinn að hafa gistirými? Það oft svoleiðis og ég held kannski að þessi dæmigerða hringferð Ísland sem að ferðaskrifstofur hafa verið að selja beint og beint. Hvar stoppað og hvernig ferðin farin hefur í gegnum tíðina byggst upp á því hvar voru stóru hótelin fyrir 20 árum og svo endurtekur fólk bara prógrammið og svo þarf maður að vekja til vitundar það að það eru núna til möguleikar til þess að stoppa á nýjum stöðum. Sigurður segir að Húnavatnssýslurnar séu ágætlega vel kynntar meðal ferðamanna. Selasetrið 10 ára þessar mundir og hefur fest sig í sessi. Safnið opið allan ársins hring. Í fyrra voru gestirnir 43.000. Þetta sjáum við breytingar á milli ára að sumar þjóðir eru hættar að koma jafn mikið og aðrar þjóðir eru að sækja í sig veðrið varðandi fjölda ferðamanna sem koma hérna til okkar. Ég talaði að ferðamaðurinn hinn dæmigerði, hann staldri skemur við. Það að finna fyrir því og hvernig hægt að bregðast við því? Já, ég held að það sé ekki vafi á því að fólk að staldra öðruvísi við. Þetta önnur samsetning á hópi ferðamanna og þeir ferðamenn sem hingað koma að hegða sér öðruvísi. Og það bara rökrétt viðbrögð þeirra við breyttu verðlagi hér á landinu í þeirra eigin gjaldmiðli. En hvernig eru ferðaþjónustu fyrirtækin að vinna saman? Það ekki svolítið stórt mál? Jú, ég held að, ég get allavega sagt fyrir mig og kannski eðlilegt að mér finnist það því að nú formaður hér í ferðamálafélaginu að ég held að við séum að vinna mjög vel saman hér í Húnaþingi vestra í öllum aðalatriðum. Og við séum kannski með meira samstarf hérna svona gegnum gangandi og yfir höfuð heldur en á mörgum öðrum stöðum á landinu þar sem maður heyrir frá. Þannig að ég held að það sé bara í góðum málum. Ég held að sé ekkert þannig sem að trufla eitthvað innvortis. Þið hjá Selasetrinu, þið rekið orðið ykkar eigin ferðaskrifstofu? Já. Og það einmitt mjög mikil samvinnu grundvöllur að við tökum afþreyingu, mat og gistingu sem í boði og við setjum þetta undir einn hatt og við vinnum mjög mikið og náum með ferðaþjónustuaðilum hér á svæðinu. Við setjum þetta saman og seljum það svo bæði til einkaviðskiptavina í gegnum vefsíðun okkar. Ferðaskrifstofan heitir Seal Travel og þið getið skoða vöruúrvalið á sealtravel.is. Og það rauninni kannski það sem fer svona til hins almenna kaupenda. Og svo förum við mjög mikið á atburði, hvort sem það eru kaupstefnur eða annað og hittum ferðaheildsalana sem að koma með fólki hingað og meðal annars til dæmis ágætt dæmi, það spánsk ferðaskrifstofa sem kemur með hópa hérna og við pökkum saman fyrir það á gistingunni og svo siglingunni og heimsókninni á safnið og sjáum þeirra viðskiptavini meðan að þeir eru inn í Húnaþingi vestra. Skiptir það miklu máli að þið hafið tekið bara sölu málin í ykkar eigin hendur? Já, það ég held að það hljóti að vera metnaðurinn og hljóti að vera framtíðin að við færum sem mest af viðskiptunum verði eftir framlegðin þar sem að viðskiptin raunverulega sér stað. Og þá ég að meina það að varan Ísland í sölu
snýst fyrst og fremst landsbyggðina. Hún snýst ekki borgarstopp fyrir meirihluta ferðalanga. Hins vegar verður arðurinn eftir í borginni. Og við verðum að breyta því, við verðum að taka í okkar eigin hendur sem mest af skipulagningunni, þannig að arðurinn af okkar umhverfi, sem er okkar náttúruauðlind, sem við þurfum að vernda líka, að við þurfum að vernda auðlindin okkar, að sá arður verði eftir þar sem álagið á sér stað, þar sem að upplifun ferðamannsins gerist. Hérna er alveg örugt til dæmis að sjá seli og hvítserkur fer hvergi. Nei, hvítserkur fer hvergi og ekki Borgarvirki og ekki Kolugljúfur eða fleiri staðir sem við getum tekið til. Selurinn auðvitað, hann er nú háður veðri og sjávarföllum, þannig að það getur verið misjafnt hversu marga þú sérði eða hversu auðveldlega og hversu nálægt. En við erum með sel hérna allt árið kring. Ef að ég horfi nú bara svona aðeins til framtíðar, hvernig vilt þú sjá að ferðaþjónustan á þessu svæði, hún þróist? Ég vil auðvitað að við lengjum tímabilið og við reynum að einbeita okkur mikið að því að byggja upp ferðaþjónustu sem gerist á veturna. Og við eigum ekkert að vera feimin við veturinn, við eigum ekkert að vera að draga úr því að það sé vetur. Ég held að það sé bara betra að það sé vetur, að það sé bara dimmt og það sé kalt og það sé snjór. Og því að það er enginn að fara að trúa öðru hvað sem er. Ef við fyrir að markaðsetja eitthvað annar, að það sé svo rosalega gott við hérna á veturna, að það sé ekkert mál að kíkja eins og sumir vilja gera. Ég held að það sé fásinna. Ég held að það kaupi það engin neytandi að á norður Íslandi sé rosalega gott veður á veturna. Ég held að við séum aldrei að fara að selja það. Við erum að fara að selja hitt, við erum að selja ævintýri, við erum að selja upplifun, við erum að selja norðurljósin. Núna er einmitt verið að byggja upp við Kolugljúfur útsýnispalla og bæta aðstöðu fyrir bíla. Já, og þetta er auðvitað nauðsynlegt af tvennum orsökum. Þetta er eins og víða landið, þá verðum við að byggja upp þannig að það sé náttúran sé vernduð og að það sé örugt, eins og Kolugljúfur þetta geta verið hættuleg og það er svona ýmis áhættusækin hegðun sem maður sér þarna. Þannig að maður verður að vinna einhvern veginn með því sem að fólkið er að þrá að upplifa og búa til aðstæður þangað sem að upplifunin getur átt sér stað en samt þannig að engum stafi hætta af. Prentsmiðjur gegna mikilvægu hlutverki en þeim fer ört fækkandi. Á Hvammstanga er ein slík Húnaprent. Eigandinn segir að heimamenn standi þétt við bakið á fyrirtækinu. Hvammstangi er miðstöð viðskipta og þjónustu í Húnaþingi vestra. Það er ekkert sjálfgefið að prentsmiðja sé starfrækt á svæðinu á tímum stafrænnar tækni, en sú er nú samt sem áður raunin. Húnaprent er rótgróið fyrirtæki á Hvammstanga sem leggur áherslu á að veita alhliða prentþjónustu. Núverandi eigandi hefur rekið Húnaprent í nærri 2 áratugi. Já, ég átti ekki von á því ég myndi vera svona þetta lengi en samt það er þessi tími og það er bara heimamönnum að þakka. Ég hef náð þessu, ég er búin að endurnýja öll tæki nema hnífinn minn og ég segi heimamenn eru þeir sem halda lífin í mér og þeir hafa verið mér rosalega tryggir og trúir. Ég er að færast aðeins í Austur-Sýslu núna eftir að hætti í fyrra prentsmiðja sem var þar. Og svo hef ég verið að fá verkefni úr Reykjavík. Ég hef verið að prenta fyrir Ökuskólann í Mjódd og svona ýmsa aðra. En það hafa orðið miklar breytingar á þessum árum á tækninni. Tæknin í prentun er orðin allt önnur. En að vísu verður offsetprentunin, hún verður áfram meðan digitalprentun, hún nær ekki enn þeim gæðum sem offsetprentunin nær. En eins og digitalprentur sem ég keypti fyrir 3 árum, hann er að skila mjög góðu og ég get prentað þykkt í honum og ég get prentað umslög. Það sem gerir það verkum að þeir sem eru bara að prenta fyrir sig 100-200 eintök, þeir eru að gera það en áður var það ekki hægt. Þannig að þú ert þokkalega tækjalega búinn. Já, ég er það á miða við mína stærð. En ég held að svona aðra prentsmiðjur þætti þetta ekki mikil tæki. En að keppa við stóran markað, það er ákveðin kunst.
Já, ég keppi ekki við stóra markað en ég get tekið sér minni en ef ég hef lent og hef lent í, ég hefur heil bók farið í gegnum prentsmiðjunni á mér en ég lét prenta hann annars staðar en hún var alfarið í gegnum mig að öðru leyti og stór verkefni þau að fara í gegnum mig en þá ég bara með prentsmiðju sem prentar og í öllum tilfellum bara gengi frá því þegar þið búið að prenta, sker og brít og gera allt það. Já, þannig að þú útvistar stundum hluta verksins. Já. Ég gæti ekki tekið mjög stór verkefni í gegn hjá mér. Það alveg hreinu. Og markaður hann býður ekki upp á mjög stór verkefni. Menn í hámark í einhverjum kannski 5-6.000 eintökum af einhverjum bæklingum. Þeim hef ég bara látið prenta fyrir mig sunnan og ég bara fengið það og ég fæ alla þá vinnu og fæ fyrir það að ná því og ég afla mig tekna með því líka sko. En hvernig reksturinn svona yfir árið, kom einhverju toppar? Nei, það engir sérstakir toppar. Það kemur svona fyrir að kannski einn mánuður ef það einhverjar samkomur eða einhver að vera þá kemur kostningar, það nú búin að vera árlega núna en það vísi ef ég ekki fengi mikið í kringum alþingiskosningar. En kostningar, þær hérna gefa mér auka verkefni þó nokkuð mikið og það var þó nokkuð mikið að gera hjá mér í síðustu sveitarstjórnarkosningum, bæði fyrir Austursýsluna og Vestursýsluna. Þannig að þú vilt kjósa sem oftast? Já. En kannski ekki kannski svona oft í sveitarstjórnum sem betur fyrir að gera það ekki sko. Jón segir að heimamarkaðurinn styðji vel við bakið á rekstrinum með því að láta Húnaprenti prenta fyrir sig. Sveitarstjórinn segir mikilvægt að hafa prentsmiðju í héraði. Að þjónustan hún góð, með lífburð og fljótt brugðist við. Og þetta svona í samræmi við annað, það mikil og góð þjónusta, einyrkjar eða fleiri í fyrirtækjum, þannig að við erum vel sett hvað það varðar og prentsmiðja auðvitað nauðsynleg hverju bæjarfélagi þó hún sé þar ekki. Þannig að þið eru sjálfbær á mjög margan hátt? Já, ég myndi segja það, við erum það. En að vera í prentverkinu, þetta mikið nákvæmnisverk, það má ekkert út að bregða. Nei, maður þarf að vanda sig og ég hef reynt að gera það eins og ég hef getað og þess vegna það sem ég get ekki tekið sér stærri verk vegna þess að ég bara hef ekki þá kunnáttu og ekki þá nákvæmni sem þarf að hafa í því. Þess vegna það sem ég sendi verki frá mig stundum. En það sem að þú tekur að þér, það vel gert? Það annar að dæma. En ég vona það. Ég reyna að skilja sig eins vel frá mér og ég get. Nú tökum við okkur smá hlé og höldum áfram eftir auglýsingar. Við höldum áfram á Hvammstanga. Þar mikið byggt og sveitarstjórinn segir það glöggt merki að fólk hafi trú á svæðinu. Hvammstangi miðstöð verslunar og þjónustu í Húnaþingi vestra. Á undanförnum árum hefur ferðaþjónustan verið byggð upp og ferðamenn eru áberandi hérna, jafnvel þótt haustið sé rétt handan við hornið. Sveitarstjóri Húnaþings vestra hefur í mörg horn að líta, enda hefur verið uppgangur í sveitarfélaginu og á Hvammstanga eru margar íbúðir og hús í byggingu. Guðni sveitarstjóri segir að bjartsýni ríki meðal íbúana. Það 20 lóður sem hefur verið úthlutað og það verið að byggja, ekki að segja, séu svona kannski 6-7 hús sem eru komin vel að stað, annarkvort á lokametrónum eða komin grunnur. Og svo verið að skila inn teikningum og menn bara í starthólunum, getum við sagt. Fólk hefur verið að koma heim eða fólk hefur verið að koma hérna vegna atvinnu eða annað og það hefur ekki verið húsnæði í boði. Það hefur verið með fjölskyldur sem búa inn á sínum fjölskyldum. Og það hefur verið erfitt fyrir atvinnufyrirtæki að fá til sín það starfsfólk sem það vill fá vegna þess að það hefur vantað svona viðunandi húsnæði, fólk í bráðabirgðahúsnæði og vill komast í eitthvað betra. En hafið þið hjá sveitarfélaginu verið þá með einhvern hvata, lækkað gatnagerðargjöld eða eitthvað því um líkt? Já, það var tekin ákvörðun í sveitarstjórn hérna á síðasta kjörtímabili að fella niður gatnagerðargjöld á götum sem voru tilbúnar
og höfðu verið tilbúnar í nokkuð mörg ár. Guðný segir að mikil eftirspurn sé eftir lóðum. Það að íbúarnir ráðist í þá stór framkvæmd að byggja sýnir líklega og sannar að fólk hefur trú á staðnum. Útsvarstekjur sveitarfélagsins sýna líka að atvinnutekjur íbúa Húnaþings vestra hafa hækkað verulega. Ef við miðum fyrstu 6 mánuði ársins þá aukning á útsvarstekjum og vonandi verður það niðurstaðan, en ef töluverðar áhyggjur af lækkun á afurðaverði til bænda og þau áhrif sem það mun hafa á tekjubænda, en það eru bændur mjög stór hluti af samfélaginu í Húnaþingi vestra. Hvernig íbúa þróunin svona hjá okkur þá? Hún svona jafnvægi, myndi ég segja, hægt og bítandi upp á við. Atvinnuástandið, það gott þá væntanlega? Já, atvinnuástandið gott og hér geta flesti fengið vinnu. En sérðu fram á það, hvað sýnist þið svona að það verði byggt ennþá meira, hvað svona í kortunum? Ég hef ekki trú á því að þetta sé eitthvað að stoppa, því að það sem verið að byggja, það ekki að ná að tappa af allir þeirri þörf sem að fyrir En góðir hluti gerast hægt og þannig að þetta bara allt eins og það á að vera, myndi ég segja. Sveitarfélagið sé sameinast fyrir það byrju 20 árum, þið eru haldið upp á þau tímamót núna. Hvernig hefur til tekist? Ég myndi segja að það hefur tekist mjög vel til. Ég kem fyrir 4 árum og hef verið ekki vör við annað en að hér sé eitt gott samfélag. En þetta var ekki auðvelt, hef ég heyrt á sínu tíma, þó menn hafi verið svona nokkuð einhuga þetta, en það voru einstaka sveitafélög þar sem var meiri mótstaða heldur en annars staðar. Þetta voru 7 sveitafélög, öll vestur Húnavatnssýsla sem sameinaðist þarna fyrir 20 árum. Svo kemur bæjarhreppurinn sem er vesturhluti Hrútafjarðar 2012 með bara sínar áherslur og þetta bara eitt gott stórt samfélag. Þannig að það komið upp bara ný kynslóð sem að í raun og veru þekkir ekkert annað heldur en þetta fyrirkomulag. Já, sé það. Það er bara Húnaþings vestra liðið. En hjá ykkur svona stóra verkefni sem að býður þá í vetur og næsta ári, hvaða stóru verkefni blasa við ykkur? Já, það eru nokkuð stóru verkefni sem þarf að huga og við þurfum að nota veturinn vel til þess að undirbúa það. Og við erum búin að vera í umfangsmiklum hitaveituframkvæmdum til dæmis í dreifbýli og líka lagningu ljósleiðara. Það þarf að halda áfram með þau verkefni, sérstaklega ljósleiðarann. Og við vonumst til þess að geta borað eftir meira heitu vatni í Hrútafirði og komist víðar með vatni þar. En það liggur fyrir að það þarf að fara í verulegar endurbætur á lögnum hitaveitunar á Hvammstanga. Og það stórt og svo risaverkefni, það þarf að byggja við grunnskólann. Ánægilegt vandamál þar á ferðinni og sú vinna hafin. Það hefur verið gerð svona tillögukeppni og nú þarf að klára að semja við hönnuði og ná samkomulagi við þá sem eiga hlutamáli það hvernig byggingin á að vera og innra skipulag og í framhaldi af því þá verður allt sett á fullt og farið af stað í að gera hérna húsnæði grunnskólans og tónlistarskólans sameiginlegt og gott. Þannig að það í ýmis horn að líta? Já, það það. Gaman að því. Og bjartsýni ríkjandi? Töluverð bjartsýni, enda ekki ástæða til annars. Á Blönduósi starfrækt sérstakt kótilettufélag, en það má segja að kótilettan sé hálfgerður þjóðaréttur okkar Íslendinga. Félagar í frjálsa kótilettufélaginu segja að kótilettunar verða að vera úr héraði, feitar og þykkar. Þetta Eyvindarstofa á Blönduósi sem á hæðinni fyrir ofan BOS veitingastaðinn sem stendur við þjóðveg 1. Eyvindarstofa tileinkuð útilegumanninu Fjalla Eyvindi sem í 40 ár lá úti á heiðum og hálendi landsins ásamt konu sinni Höllu. Frjálsa kótilettufélagið á Blönduósi öflugur félagsskapur sem stendur fyrir kótilettukvöldum með reglulegu millibili. Það vel við hæfi að frjálsa kótilettufélagið haldi sín kótilettukvöld í Eyvindarstofu. Fyrsta kvöld vetrarins rétt handan við hornið. Við höfum haldið 4 kvöld á vetrinum, 2 fyrir áramót og 2 eftir áramót og síðan hefur bæst við núna undanfæri stórt kótilettukvöld Húnavöku sem reynda félagið stendur ekki að en svona styður við. Þetta fólk úr öllum áttum sem að sækir þessi kvöld og gerist á meðlimur í frjálsa kótilettufélaginu? Já, og það gleðilega við þetta það að það kemur fólk hér víða að landinu og
félagar í félaginu eru núna skráður 300 og það haldi utan félagatali mest á Facebook. Þar erum við með síðu sem telur tæplega 300 manns og síðan svona bókhald í Rassvasanum sem hefur þá sem ekki á Facebook. Mér skilst að það, ég sé svolítið stórt mál að þetta sé frjálsa kóteletufélagið með stóru F-i. Já, þetta sem sagt stjórnlaust félag og ég svolítið einráður hér og bara það samþykkja allir alls það sem ég legg til, þannig að ég voðalega sáttur við þetta. En kóteletta nú ekki bara kóteletta? Nei, sko kóteletta ekki bara kóteletta og það sem kannski það skemmtilegasta við þetta, við höfum svona þróað þetta í svona mata meiri kótelettu heldur við vera að bjóða upp á mörgum veitingastöðum og maður sér í búðum og þær þurfa að vera svona rúmlega góðu 3 cm á þykkt og það þarf að berja þær vel og þetta náttúrulega bara hollasta matvara sem við höfum, það lambakjötið okkar. Við skulum þessu næst fara í eldhúsið á neðri hæðinni. Kóteletturnar eru komnar í hús og eigandi staðarins Björn Þór sýnir okkur hvernig kóteletturnar eru handeraðar. Björn, þú ert komið með kóteletturnar hérna, en það ansi mikil stærðar munur á kótelettunum sem eru hérna fyrir framan. Jú, það má segja það. Þetta kótelettur sem oft er að bjóða í búðum, sem okkur þykir alltaf vera matur. En þetta eru kóteletturinn sem við viljum hafa þær og jafnvel feitari. En það vandamálið núna. Nú bara skortur á feitu kjöti. Svo þetta það feitasta sem við getum fengið í dag. En þær eru ansi þykkar. Þær eru þykkar, þær eiga að vera matamiklar. Þess vegna þurfum við aðeins að lemja þær til. Og síðan sem sagt fara þá onni hérna mjólkina eða hvað áður en þær eru raspaðar. Já, þá var þetta. Og bara setjum við þetta svona í. En raspið það úr héraði? Það úr Vilkó. En að sjá eitt svona kótelettukvöld, þetta heilmikið stús. Það það. Þetta getur verið fleiri hundru stykki, fleiri hundru kótelettur sem við erum að steikja. Jæja, þá fer það á pönnun og það íslenskt smjör, eða ekki? Það bara íslenskt smjör. En síðan sem sagt fer þetta þá í ofninn, eða ekki? Jú, 20 mínútur í ofninn. Og þar mallar þetta í smjöri og í sinni sjálfsins fitu. Vilja þeir hafa þetta allt svona löðrandi í fitu, það kunstinn. Svo setjum við það sem kemur í bakkan, fituna og smjörið, það hellum við yfir þegar það fer á borðið. En meðlætið, sem sagt grænu baunirnar til dæmis? Græna baunir og rauðkál og rabarbarasölta. Þetta þarf að vera. En hvað það sem að gerir kóteletturnar svona góðar? Það malla í sér, fitun í sér og smjörinu. Þetta getur ekki verið þurrt. Smjörið allt yfir. Þá það bara í ofni. Eyvindastofan hérna, þetta nú ekki amalegur íveru staður til þess að koma saman og snæða kótelettur. Þetta náttúrulega bara eins og hann hafi verið búinn til fyrir þetta, sko, það bara einórðið sagt. Fólk kann mjög vel við sig hér og þess vegna kannski kemur fólkið lengra og lengra oftar en einu sinni. En þessar samkomur, hafa þær tekið einhverjum breytingum eða þetta alltaf alveg eins sama uppskriftin? Þetta hefur tekið þó nokkuð breytingu. Fyrst var bara að sitja hér og spjallað og menn sögðu brandara og kannski sungu eitt lag. Síðan þróast það þannig að við fórum að fá veislustjóra og þá var ekki hægt að hætta því og síðan fengum við undirleikara og síðan það byrjaði þá höfum við verið hér alltaf með fjöldarsöng, með undirspili og veislustjóra og þetta hefur bara oft verið mjög mikið stuð. Þannig að þetta svona að þróast og verða stærra og stærra, heldur það að ég bjóði fram eftir 4 ári, jafnvel? Ég held að hún rétt að vona að það verði ekki en það spurning sko hvenær við sprengjum húsnæði utan á okkur en ég ætla að vona að við samt gerum það ekki því að hér held ég öllum líði best. En sama hvernig allt nú og þróast að kótelettan hún verður alltaf í öndvegi hjá frjálsa kótelettufélaginu. Það liggur ljóst fyrir og við náttúrulega erum mjög stolt af þessu þannig að það nú margir sem að einblína núna borða bara það sem er lífræktað og ef það til á Íslandi þá það lambi sem fer út á grasi á vorin og í fjöllunum á sumrin og kemur svo í sláturhús á haustin og
kryddað og tilbúið á borði og hollari vöru getur nú varla fengið. Og sérstaklega vel feitar kótilettur. Það þurfa að vera mjög vel feitar og eftir því sem eru feitar eru bara betri. Já, það var að nóg að taka í Húnaþingi vestra, en það kom að lokum í þessum þætti hjá okkur. Ekki missa okkur í næstu viku, þá kíkjum við í Skagafjörðinn. Sjáumst þá.